Back when I was a teenager, I once asked my mother if she could remember any particular criminal case in Iceland that severely shocked the country. And she ended up telling me about this particular story. By the way, if you have any plans on ever going hitchhiking in Iceland, then I would recommend that you do not watch this video. Otherwise, turn down the lights, enjoy. Frönsku systurnar Yvette og Marie-Louise Baud hafðu komið til Íslands í byrjun sumars 1982. Þær hefðu dvalið á landinu sumarlangt og tekið að sér störf hér og þar landið. Marie-Louise var 28 ára gömul, bókhaldari að mennt, en svo yngri Yvette 21 árs hafði útskrifast úr menntaskóla árið áður. 16. ágúst hafðu þær dvalið á landinu í 3 mánuði og aðeins 6 dagar voru heimför þeirra til Frakklands. Ferðin endaði hins vegar á annan veg en þær ætluðu. Ma sœur Yvette avait envie de visiter l'Islande et nous avions envie de nous promener, de visiter ensemble un pays. C'est pour ça que nous avons décidé de partir à la fin du mois de mai en Islande pour 3 mois à peu près, la durée du visa de tourisme. Mais pourquoi Islande? L'Islande, c'est ma sœur qui a choisi parce que je ne sais pas pourquoi. Moi j'avais plus envie dans les pays du Nord, la Suède, la Norvège, mais elle avait choisi l'Islande, je sais pas, comme ça. Nous avons trouvé que c'était un très beau pays, superbe, un peu désertique. Í 18 ár hafði hún ekki hitt Íslending en hún tók á móti okkur af mikilli gestrisni. Allan þennan tíma hafði hún ekki tekið fram Íslandskortið sem þær systur studdust við á ferðalagi sínu. Le truc bleu, bleu, bleu. Et quand nous sommes arrivés à la fin du mois de mai, on est arrivés à Reykjavik. Il faisait froid. On est resté 2-3 jours et après on est parti dans une ferme du côté de... Bon. Borgarfjörður. Ouais. Ouais. C'est ça. Ouais. On est resté 2 ou 3 semaines. Et après, on est redescendu à Reykjavik et je pense qu'on a été visité vers Dyrhólaey et Vík à ce moment-là. Et après, on est remonté dans la péninsule, le Snæfellsnes, là. Et on a traversé pour aller à Patreksfjörður, travailler dans une usine. De Breiðafjörður. Ouais. Ouais. À Patreksfjörður. Ouais. On a passé 2-3 semaines, c'était au mois de juillet. Et après, on a continué notre voyage par Mývatn. Et on est allé visiter un peu le volcan Askja, là. À Akureyri, tout ça. Et après, on a filé sur Djúpivogur, c'est ça. Quand on est monté en stop, moi j'avais confiance. C'était une voiture qui était balisée avec des feux comme une voiture de police, de secours. Donc j'avais confiance. On s'est arrêté faire des photos tranquillement, pas de problème. Degi var tekið að halla þegar grænn Mercedes-Benz stöðvaði fyrir þeim systrum austan við Jökulsárlónið. Þær spurðu ökumanninn hvert hann færi. Hann sagði þeim að hann færi að Hofi. Þá spurðu þær hvort þær fengju far þar sem þær voru á leið að Jökulsárlóni og taldi hann það sjálfsagt.
Stúlkurnar ræddu við ökumanninn á ensku hvað þær hefðu séð á Íslandi og hvað þær ætluðu að sjá. Ökumaðurinn sagði þeim að hann sæi öryggi á vegum og inni með lögreglunni. Stúlkurnar spurði manninn hvort hann vissi greiðasölustað þar sem þær gætu fengið gistingu. Hann sagðist vita stað og þær fóru með honum í bílnum. Á leiðinni komu þau að Jökulsárlóni og þótti þeim systrum mikið til þess koma. Á eftir keyrði maðurinn þær í sæluhúsið á Skeiðarársandi. Hann fylgdi þeim inn og aðstoðaði þær við að koma sér fyrir. Að því búnu hvatti hann þær og fór. Þá áttu þær systur ekki von á að hitta hann nokkru sinni framar. Þær komu sér fyrir í sæluhúsinu og fengu sér að borða, en lögðust síðan til svefns. Sömu nótt var vörubílstjóri Sveinbjörn að nafni á leið til Hafnar í Hornafirði með farm. Skyndilega tók hann eftir því að Mercedes-Benz-bifreið stóð kyrrstæð, skáhallt á veginum. Bíllinn var í gangi og ljósin kveikt. Vörubílstjórinn spurði manninn hvað hefði gerst. Manninum var greinilega brugðið. Þá heyrðist skyndilega angistar og sársaukóp í stúlku. Maðurinn sagði að hann hefði ekið á stúlkuna, sem hefði verið gangandi á veginum og væri hún nú viti sínu fjær og hrædd. Hún var blóðug í andliti og á höndum. Stúlkan hrópaði í angist til bílstjórans á ensku og bað hann að hjálpa sér, þar sem maðurinn hefði reynt að drepa sig. Maðurinn sagði bílstjóranum ekki að taka mark á henni. Hún væri viti sínu fjær og geðveik. Hann bað bílstjóran að fara strax í þjónustumiðstöðinni í Skaftafelli að ná í hjálp og ákvað bílstjórinn að fara að orðum hans. Þegar vörubílstjórinn kom í þjónustumiðstöðina í Skaftafelli, sagði hann Láru Helgadóttur landverði frá því að bílslys hefði orðið á Skeiðarársandi. Hún hringdi samstundis á lögreglu sem hóf strax leit. Þorbergur Hjalti Jónsson, landvörður, var einn þeirra sem fór með lögreglu á vettvang. Við keyrum út Sand og við keyrum fram á þennan stað þar sem okkur hafði verið vísað til. Þar var ekkert og að sjá og við keyrum áfram. Og alveg yfir allan Skeiðarársand og snúum svo við. Og við töldum að maðurinn hefði bara sett stúlkuna í bílinn og keyrt til læknis á Kirkjubæjarklaustri sem var það stysta leið til læknis. Svo við ákváðum bara að hringja í læknin og klaustri ef við kemum og athuga hvort þetta hefði verið rétt og fara þá að athuga máli betur ef það reyndist ekki vera svo. Og þegar við erum komin svona hálfa leið tilbaka að þá kemur stúlka í ljósgeislan á bílnum. Við náttúrulega héldum fyrst að þetta væri svo sem hefði verið keyrt á og þetta var mjög skýr byrjaði strax að segja hvað hafði gerst. Marilú sagði að klukkan 11:30 hefðu systurnar vaknað við það að maðurinn stóð í dyragættinni með vasaljós í annarri hendi en í hinni hélt hann á byssu. Maðurinn sagði systrunum að lögreglan á Akureyri hefði hringt til sín og sagt sér að þær ríktu hass. Hann ætti að fara með þær til lögreglunnar á Höfn í yfirheyrslu. Þær sögðu manninum að þetta væri fjarstæða og buðu honum að skoða það í farangur þeirra til að ganga úr skugga þetta. Systurnar vildi ekki fara með honum og báðu hann að sýna þeim hvort hann væri raunverulegur lögreglumaður. Hann sýndi þeim kort
en þar sem þær gátu ekki séð að þetta verið kort lögreglumanns, vildu þær ekki fara. Þegar systurnar neituðu að fara með manninum, fór hann út. Þær klæddu sig í snatri og fóru að taka saman farangur sinn, enda voru þær orðnar mjög hræddar. Maðurinn kom aftur með byssuna og rafmagnsvír sem hann ætlaði að binda þær með. Hann var nú orðinn mjög reiður og réðst á Mary Louise rétt við dyrnar og barði hana nokkrum sinnum í höfuðið með byssuskeftinu. Á sama augnabliki hljóp Yvette út úr sæluhúsinu. Sama kvöld voru björgunarsveitir kallaðar út og leit hafin að árásarmanninum og yngri systurinni Yvette. Leitin bar hins vegar engan árangur það kvöld. Snemma næsta morgun fundu 2 lögreglumenn Mercedes-Benz bifreiðina undir Hafrafelli við svokallaða Neskvísl sem fellur úr Svínafellsjökli. Lögreglumennirnir sáu að stúlkan var látin og líkaminn farinn að kólna. Málið vakti mikinn óhug meðal þjóðarinnar og ferðamanna allt land, enda gekk ódæðismaðurinn enn laus. Sýslumaðurinn á staðnum, Friðjón Guður Röðarsson, stjórnaði leitinni að manninum. Það svo ekki fyrir klukkan 10 morgun sem að bifreið finnst hér upp við Hafrafell og í skotti hennar lík stúlkunar, annarra systurinnar, sem hefði orðið fyrir áverkum og skottsárum. Búið að finna manninn? Maðurinn ófundinn og hefur sennilega riffilinn með sig, ekki finnst það að minnst að kosti í eða við bílinn. Við höfum fengið landhelgisgæsluna, þyrlu hennar, fyrst fokkarinn, hann getur nú ekki leitað mikið, en þyrlan ennþá að fínkempa þetta svæði og sporhundar á leiðinni og verða þá settir í að reyna að leita þarna fyrir Hafrafellið. Björgunarsveitamenn frá Höfn kom í nótt ásamt lögreglunni þaðan og hafa leitað á þessu svæði og haldið vörða því að menn náttúrulega eru kannski ekki nokkuð nervösi við að æða gegn hugsanlega vopnuðu manni sem veit ekki hvað hann gerir. Snorri Magnússon tók þátt í leitinni. Við byrjuðum bara að leita þar sem að bíllinn var sem að maðurinn hafði ykið. Hún rætti slóð upp að Svínafellsjökli eða milli Svínafellsjökuls og Hafrafells og endaði þær upp frá. Og á þess tíma þá var svona þar að skyggja og við ákvaðum að bíða með frekari leit þangað daginn eftir. Leitinni var síðan haldið áfram rétt fyrir dögun næsta morgun. Leitað hafði verið í íshellum austan við slóðina en ekki hafði verið leitað vestan við hana upp í fjallshlíð. 3 björgunarsveitarmenn gengu í vestur. Snorri Magnússon sá að hróflað hafði verið við steinum. Ég gekk þarna að og leit inn og þá sé ég hann strax. En hann sennilega að tala, ég sæi sig ekki, liggur grafkjör á hlíðinni. Og ég kallaði til strákana og segja að ég sé búinn að finna hann. Ég byrjaði með að spyrja hvort hann var ekki kalt. Vissum að það er búinn að rúta alla nóttina. Síðan sé ég get náð hjá hann rifflinum. Því að lögreglan satt okkur með riffil. Og ég teygi mig svona inn á milli steina og nægi riffilinn. Ég tek svona skefti á hann. Og hann grípur hlaupið og fer að togast á við mig og segir passaði, segir hann. Og ég segi á hverju. Og þá segir hann, hún er hlaðin. Og ég segi, já, slepptu bara. Og hann sleppir og ég tek riffilinn út og opna lásinn og það var rétt hjá honum. Hann var skotið í hlaupinu og fullt magasín.
Svo erum við litið til vinstra á hann aftur og þá síðan komið haglabyssu í hendurnar sem okkur hafa ekkert sagt af. Já, hann ætlaði örugglega að verjast því að hann var búinn að raða haglaskútunum þannig að það var fljótlegt að grípa þess. En hann rétti okkur hana bara og gekk svo með okkur nýrtir. Í fyrstu yfirheyrslu þá játaði hinn grunaði árás á stúlkuna sem var slösuð. Hans játning var í svona allgóðu samræmi við það sem að stúlkan hafði skýrt frá. Hann hins vegar lýsti atburðarás í sæluhúsinu og sagði að þar hefði hlaupið slysaskot úr haglabyssunni. Okkur þótti sú frásögn hans slysaskotið ekki kannski alveg trúverðug og gátum ekki alveg áttað okkur á með hvaða hætti það hefði geta gerst. Þess vegna var hann beðinn það að sviðsetja og hann treysti til þess. Við endanlega meðferð málsins fyrir Hæstarétti þótti sannað með tilliti til rannsóknar lögreglu og vitnisburðar eldri systurinnar, Marie-Louise, að maðurinn hefði tvívegis skotið á stúlkuna af ásetningi, annaðhvort við sæluhúsið eða niður við þjóðveginn. Samkvæmt krufningaskýrslu læknis var dánarorsök stúlkunar skot úr haglabyssu sem lentu á allöngu færi í líkama hennar aftanverðum. Ekki var útilokað að andurnauð vegna innilokunar í farangursgeymslu og lost í kjölfar árásarinnar hefði verið meðverkandi í dauða stúlkunar. Maðurinn var dæmdur í 16 ára fangelsi en látinn laus 1993. Hin raunverulega ástæða verknaðarins hefur hins vegar aldrei komið fram. Í raun og veru og eftir allir þennan tíma þá held ég að það sé hulin ráðgáta en þann dag í dag. Þar að segja hann gaf þá skýringu að hann hefði haft afskipti af stúlkunum vegna þess að hann hefði séð að eitthvað var að gerast við húsið. Við könnum það svo síðar og eins og birtu skilyrði voru þá var útilokað að sjá frá bílnum og heima húsinu. Þannig að ökumaður bíl sem ókom þjóðveginn gat ekki séð neitt verið að gerast húsið. Öðru lagi þá fundum við ekkert sem benti til þess að þessar stúlkur hafi verið að rekja hans. Engin ummerki í sæluhúsinu og það var kanna líka ferill þeirra landið og það kom hvergi neinstað neitt það fram að þær yfirhöfuð notuðu slík efni. Elle ne savait pas trop quoi faire dans la vie, moi non plus, ça faisait 4-5 ans que je voyageais. Et après, on s'était dit, tiens, on va pouvoir monter un petit restaurant en France, chez nous, à Nantes. Mais bon, ça ne s'est pas fait. Et oui, c'était... Bah, c'est difficile à dire, c'était une fille qui aimait la nature, assez sportive. Et... une fille... Enfin, elle était plutôt timide. Enfin, on n'est pas du genre très extraverti. Ouais, je sais pas quoi dire de plus. Bon, elle était... enfin, gentille. Ben, je pense que si ma sœur est morte, ce n'est pas... la volonté du meurtrier, enfin de la personne qui l'a tuée. Je ne pense pas qu'il voulait la tuer. C'est arrivé par hasard parce qu'il a paniqué et c'est pour ça. Je pense vraiment que c'était un accident, qu'il n'a pas voulu au départ qu'elle meure. Bien sûr, parce que ça ne sert à rien de garder une rancune envers quelqu'un. La rancune, c'est négatif. Il a mal agi, mais... c'est lui qui souffre maintenant, donc ça ne sert à rien de ne pas lui pardonner. Je pense que mes parents, ma famille, tout le monde lui a pardonné. Maintenant, il est plus dans la peine que nous, parce qu'il a assumé cette faute qu'il a commise, et c'est beaucoup plus dur pour lui que pour nous.